Kristján Sigurðsson, byrja á því og vel við hæfi í upphafi viðtalsega til hamingju með starfið. Velkomin heim. Já, takk kærlega. Takk fyrir það. Kristján, ég eins og komi fram í viðtali við Lárus-Orra, hér byrjaðir þú fyrir, hérna byrjaðir þú með að stíga þín fyrstu spór á knattspyrnuvöllinn með þessum öfluga 80 árgangi sem oft er nú talað um að unnu allt sem hægt var að vinna og svo fórst í atvinnumennsku og KR og ég veit ekki hvað, ekki gaman að vera komin heim? Jú, eins og þú segir, hérna á ég marga flotta minningar með mörgum frábærum fótboltamönnum. Ég veit ekki hvað margir úr margangum sem náðu langt. Já, frábært að alast hérna upp í fótboltanum og jú, glæsilegt að koma tilbaka og prófa sig í þjálfun hérna. Það er flott að taka sér fyrstu skrif í þjálfun hérna. Og líka kannski bara gaman fyrir þig að gera það við hlið stóra bróðurs. Já, engin spurning. Það er náttúrulega stór partur af því sem lætur mig líta vel á þetta verkefni. Mjög ánægður með að vinna við hliðina á honum og svona líka gríðarlega ánægður með að fá tækifæri til að vera með annan flokkinn og svo ekki minnst spil aftur. Þannig að ég hlakka til. Kristján, þú ert náttúrulega þó þú sést fæddur 80 þá ertu kornungur og skrokkurinn alveg í fínu lagi. Já, það er alveg komin í nokkur mánuðum sem ég spilaði síðast, en síðast þegar ég spilaði þá var skrokkurinn í fínu lagi og ég hef nú ekki tekið þetta að mér nema ég myndi reikna með því að skrokkurinn sé í lagi. Var það stóri bróðir sem fékk þig til þess að taka þessa ákvörðun? Nei, ég tók nú sjálfsögðu ákvörðunina sjálfur. Já, ég meina að það var hann sem leitaði til í. Já, hann hringdi í mig og heyrði í mér og spurði hvort ég væri tilbúin í þetta verkefni og þetta leit svona ljómandi vel út. Það var ekki vitlausara að þú ert búin að skrifa undir? Já, eins og segi, þetta gekk hratt fyrir sér, þetta leit það vel út og er það spennandi og krefjandi og já, eins og segi, ég hlakka bara til. Kristján, það verið gaman að fylgjast með ykkur og bræðurum og ég segi bara velkomin heim aftur og gangi ég vel. Takk hérlega.